Góðan daginn og velkomin í Silfrið. Við byrjum venju samkvæmt hérna á vettvangi dagsins með góðum gestum. Á eftir kemur til mín Ragnheiður Kristjánsdóttir, dósent í sagnfræði við Háskóla Íslands og við ætlum að fara aðeins yfir sviptingar á vinstri vængnum hér heima og erlendis og í svona sögulegu samhengi. Og síðan kemur til mín Gérard Lemarquis, hann kennari og fyrrverandi blaðamaður og við ætlum að fara aðeins yfir frönsku kosningarnar sem að hófust í morgun. En við byrjum eins og ég sagði án, hér á vettvangi dagsins, hingað eru komin til mín Hildur Sverrisdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, Eygló Harðardóttir, þingmaður Framsóknarflokksins, Jóna Sólveig Elínardóttir, þingmaður Viðreisnar og Steinunn Þóra Árnadóttir, þingmaður Vinstri grænna. Velkomnar. Takk. Við ætlum að fara svona aðeins yfir hérna það sem hefur borið hæst síðustu daga og vikur og það í fyrsta lagi þessi ríkisfjármálaáætlun. Það sem hefur kannski mest verið rætt þar, og þá við komum inn á annað á eftir, að það eru þessar skattahækkanir og skattalækkanir. Það á að lækka efra þrep virðisaukaskattsins og síðan á að færa ferðaþjónustuna upp í efra þrepið og þetta hefur náttúrulega mælst svona misjafnlega fyrir. Eygló, ef ég byrja á þér, sko, hvað segir þú um þetta? Ferðaþjónustan tekur nú ekki sérlega vel í þetta. Eru þið í Framsókn hlynnt þessum tilfæringum? Það sem við höfum verið að gagnrýna það að kannski svipað eins og fjármálaráði gerði sem eru þeir sem fara yfir ríkisfjármálaáætlunina það að það liggi ekki fyrir neina greiningar á áhrifunum. Það þannig að við höfum ég held að allir stjórnmálaflokkar hafa haft áhyggjur af ferðaþjónustunni, hversu vöxturinn hefur verið og það virkilega tekið í bara allar stóðir samfélagsins hversu hratt hún hefur vaxið. Við höfum líka hins og sannarlega notið góðs af því. Og þannig að menn hafa verið að velta fyrir sér ýmiss konar gjaldtöku og ég ekki hissa til þess á því að þingmenn Sjálfstæðisflokksins hafa brugðist illa við því að í stjórnarsáttmálanum aðeins talað um skynsamlega gjaldtöku eins og til þess bílastæðagjöld en það ekkert minnst eins að ráða ætlun að breyta virðisaukaskattinum á ferðaþjónustuna. Þannig að við höfum verið fyrst og fremst að kalla eftir því að menn bara fari í nauðsynlega greiningavinnu eins og ætturinn að gera með fjölmargt annars sem kemur fram í ríkisfjármálaáætluninni og hvaða áhrif hefur þetta þó við viljum kannski fá að sjá aðeins minni vöxt hefur verið undanfarin ára þá viljum við sannarlega ekki að þetta valdi hruni og það það sem ferðaþjónustan hefur verið að tala um að þetta verði alveg gífurlegt högg til viðbótar við styrkingu krónunnar og hækkun launa á undanfarinu. Hildur, Eygló talaði að sjálfstæðismenn hefðu tekið misjafnlega í þetta, 4 af 6 nefndarformönnum hafa í rauninni bara talað það að þeir hyggist ekki samþykkja ríkisfjármálaáætlun verði þetta eins og hún stendur núna. Verður það bara þannig? Þetta ekki að fara í gegn þessi áætlun? Ég held að það sé of bratt að segja til slíkt á þessum tímapunkti. Auðvitað það svo að skattahækkanir eru meiriháttar mál að sjálfsögðu og það mjög eðlilegt að það sé verið að velta við öllum steinum hvað það varðar. Og kannski eins og oft hefur verið talað hér undanfarin ár og þá kannski sérstaklega flokkum á vinstri vængnum að þá verið að tala almennt skattahækkanir eins og það sé bara eitt svona pennastrik og að þá bara búið að leysa málið og það gáir ekkert út frá sér öðru leyti. Og það auðvitað ekki þannig. Þannig að það algjörlega eðlilegt og sérstaklega þeir sem að verða fyrir þessari skattheimtu sé að spyrja spurninga. Það hins vegar ábyrgð þeirra sem að fara með hagstjórnina og ríkisfjármálin að reyna að horfa á þetta heildstætt. Ég held að til framtíðar litið eru engar fréttir að Sjálfstæðisflokkurinn vill almennt sjá lægri skatta, vill sjá gegnsærra kerfi, vill sjá meira samhæfingu, minni undanþágur og þetta sé svona skýrara og samhæfðara. Þessi skref eru auðvitað partur af því og kannski sögulegu samhengi að ferðaþjónustan hafi verið á það sem kannski kallað undanþágu eða einhvers konar ívilnun frá almenna kerfinu. Ég held að sjáu það kannski allir akkúrat núna eigi þær aðstæður kannski ekkert við og kannski erfitt að færa rök fyrir því af hverju þessi risastóra grein að skila hvað 3% af virðisaukatekjum inn í ríkiskassan. Og fyrir utan það að aukningin svo mikil að innviðirnir okkar sem að við sem erum ekki hérna ferðamenn ætlum að treysta á að standa undir sér og sé okkur til gagns. Þeim pínu hætta búin akkúrat núna þannig við verðum að horfa á þetta heildstætt. Og ég tel að þetta sé bara skrefið þá átt en að sjálfsögðu í allri vinnunni sem fer núna fram á þinginu varðandi þetta þá verður það auðvitað hlusta á öll þessi sjónarmið sérstaklega kannski varðandi aðlögunina, varðandi þetta bara þannig þess eðlis viðskipti að það verður að bóka fram með tíman og slíkt þannig að það sjálfsagt
auðvitað að hlusta á það og ég trúi að það verði gert. Ég meina, gerir þið þá ráð fyrir að mögulega verði gildistíman þessari hækkun færður eitthvað aftar til þess að koma til móts? Já, hann er rúmur núna og þetta er svona óvenju kannski svona rúmt svigrúm heldur en oft þegar svona ákvarðanir eru teknar og ég held að það sé í takt við stefnu ríkisstjórnar að reyna að horfa svona til lengri tíma og heildstætt en ekki einhvern veginn laga eitthvað að koma með einhverja peninga núna. Þetta eru 15 mánuðir sem ferðaþjónustan hefur hérna til aðlögunar. Það má, ef við fáum þær upplýsingar að það sé ekki nóg, þá verður á það hlustað og þá metið. Ég held að það sé augljóst. Jóna Sólveig, þeir sem hafa verið að gagnrýna Viðreisn í þessu hafa talað það að engar svona hugmyndir hefur komið fram í kosningabaráttunni og Viðreisn hefur frekar verið að tala fyrir auðveldun eða svona einföldun á skattkerfinu. Það er að segja að sameina bæði þrepin niður í eitt. Hverju svarið þið því? Það er verið að einfalda skattkerfi. Við erum að færa ferðaþjónustuna núna upp í sama skattþrep og hinir eru í. Við erum og það er svolítið gaman að því að það var komið hérna inn á fjármálaráðið og þeir eru sammála þessu sem að ríkisstjórnin er að leggja hérna til. Það er að segja að færa ferðaþjónustuna upp í þetta skattþrep. En það er náttúrulega ekki sammála lækkunin á móti. Gera athugasemdir við það að í því felist mögulega svona þenslu hvetjandi aðgerð. Já, það hefur komið fram og mér finnst alveg ástæða til þess að skoða það líka en það er hins vegar ekki gert ráð fyrir henni fyrir árið 2019 og 1. janúar 2019 og eins og hefur komið fram þá er fjármála áætlun þetta endurskoðuð árlega og við munum þetta skoða að ári eftir tæpt ár þegar við förum í að leggja fram nýja fjármálaáætlun þá munum við þetta meta hvernig hefur gengið á komandi ári og aðlaga áætlunina að því. Og þetta voru bara mjög gagnlegar og góðar ábendingar og ráð sem að koma fram frá fjármálaráði og bara full ástæða til þess að taka alvarlega þegar tillögur og það er athugasemdir sem það koma fram og við munum auðvitað gera það í vinnslunni fyrir næstu áætlun og ég held að við munum líka njóta mjög góðs af því einmitt nú fer þetta inn í þingið, þetta fer í umfjöllun innan nefndana og mun þá taka mögulega einhvern breytingum þar, allt hjálpast þetta að og ég held að þetta sé einmitt þarna fjármálaráð og þessi rýni sem hún fór í, hún var hugsuð til þess að rýna til gagns og ég held að þetta hafi algjörlega þjónað tilgangi sínum að rýna til gagns og við munum auðvitað bara taka með af því fyrir næstu áætlun. Steinunn Þóra, þið í Vinstri grænum hafið ekki verið neitt sérlega ánægð með þessa áætlun. Stjórnarandstaðan stendi frá sér yfirlýsingu og þarna væri sem sagt ekki forgangsraðað með réttum hætti. Eru þið sammála eða ósammála því að færa ferðaþjónustuna þarna upp í efra þrepið? Vandinn við þessa tillögu eins og hún er sett fram eins og Eygló sagði hérna áðan, það liggja engar greiningar fyrir. Og þó svo að það hafi á heildina litið verið mikill vöxtur í ferðaþjónustunni á Íslandi og þess vegna á sumum stöðum fyrirtæki sem að svo sannarlega geta lagt meira til samfélagsins, þá er hins vegar ferðaþjónustan mjög misjafnlega í stakk búin eftir því hvar á landinu hún er. Það eru köld svæði þar sem að ferðaþjónustu fyrirtæki eru að berjast í bökkum, eru að berjast við að gera þetta að heilsárs atvinnugrein og ég er hrædd að þau fyrirtæki getur farið illa á þessari breytingu þó svo að kannski heildin þegar við lítum bara meðaltalstölur að þá sé alveg virðist að vera alveg rakið að hækka virðisaukaskattinn. Þannig að þar aftur kemur þetta vandamála. Það liggur ekki nægilega góð undirbúningsvinna fyrir varðandi greiningarnar og jú, það er kannski hægt að gera einhverjar breytingar í vinnu þingsins á ríkisfjármála áætluninni en ég hef ágjörð því að það sé tíminn alltaf naumt skammtaður. Við vitum ekki alveg hvernig það á að fara í þessa vinnu, það er ekki samkomulag það innan þingsins eða innan nefndana það hvernig eigi að vinna málin. Þannig að ég er hrædd það að ef ekki verður breyting á að þá geti þingið ekki unnið þetta
jafnvel og þarf til dæmis að í því að hafa tíman þá í því að kalla að sérfræðingana að fara í þessar greiningar sem ekki liggja fyrir núna. Því að vinna þingsins hefði þetta verið allt öðruvísi og aðkoman allt öðruvísi hefði greiningarnar legið fyrir núna þegar við erum að fara að hefja okkar umfjöllun málið. Þannig að það verður að gera ráð fyrir þeim tíma í meðförum nefndana. Já, Jóna, viltu bara þess að Já, mér langaði bara að kannski byrja að segja að þetta algjörlega eðlilegt að svo grein sem núna orðin stærsta atvinnugreinin hérna á Íslandi, að hún búi við sama umhverfi og aðra greinar og svo líka því að það komið inn og Eygló kom inn á áðan í sínu máli þessa rosalegu fjölgun ferðamanna. Við erum að horfa fram á 20% fjölgun ferðamanna ár hvert og ef þessi aðgerð getur aðstoðað við það að mögulega þó ekki væri nema að tempra þennan vöxt og hjálpa okkur þá að gefa okkur smá andrými til þess að búa í haginn og byggja upp innviðina, þá auðvitað hjálpar það. Og það vissulega byggða sjónarmið þarna eins og Steinu var að benda á. Og mér langaði einmitt að koma inn á það að fjármálaráðherra gaf það út bara mjög fljótt og sagði að það væri algjörlega sjálfsagt að skoða hvort ekki væri hægt að fara í einhverjar mótvægisaðgerðir. Til dæmis að ráðast í aðstoða eða styðja við markaðsátak eða átök á þessum köldu svæðum sem Steinunn Þóra nefnir og það er algjörlega eitthvað sem við eigum að skoða. Hildur, sko, Haraldur Benediktsson, samflokksmaður þinn, hann benti á það, hefur ekkert verið neitt sérlega hrifinn af þessu og benti á það að hann hefði viljað sjá, sko, í tengslu við aukna gjaldtöku af ferðaþjónustunni, að þá yrði farið í einhverja alveg sérstakt átak, til dæmis í samgöngumálum, þessari innviðuppbyggingu sem að greinin að einhverju leyti græðir á sjálf og samfélagið allt. Finnst þér nóg að gert í þessu? Já, sko, er ekki alveg rétt hjá honum? Það sem að, jú, ég meina, það er sem er svolítið spes við þessa stöðu að við erum að vinna með nýtt umhverfi varðandi fjármálastefnu, fjármálaáætlun og svo fjárlög hvers árs. Og ég held að þingheimur sé nú sammála að þessi sýn til lengri tíma sé góð, en að við séum ekki bara að setja alltaf fjárlög svona til bara mjög skamms tíma í senn, ef svo má segja. Auðvitað í svoleiðis vinnu þá verða hnökrar og maður lappar á kannski veggi, en ég vildi kannski aðeins fá að bregðast við þetta með að sé líki engin greining að vinna fyrir. Það eru þetta kannski ekki alveg sanngjarnt að segja það. Það liggja fyrir ákveðna greiningar við bankana til dæmis fjölgun ferðamanna. Við sjáum að það sem er kannski mesta hættan fyrir ferðaþjónustuna núna er til dæmis styrking krónunnar og eitt af því sem styrkir krónuna er til dæmis fjölgun ferðamanna. Þannig að þá er komin svona ákveðin hringur sem er svona áhugavert að vinna með. En ég vil í því samhengi nefna að fjármálaáætlun er þess eðlis og hún er endurskoðuð á ári hverju. Þannig að, og stjórnvöld standa frammi fyrir því núna að vera annars vegar með ákveðna hagsæld, í rauninni bara lengsta sældarskeið í lengri tíma og samfélagi skynjar það og það er ekki bara einhvern veginn í bókhaldsgögnum ríkisins, það er hjá heimilunum, þau eru minna skuldsett, þau hafa meiri kaupmátt og það hefur náðst eiginlega með ótrúlegum hætti að halda böndum á þessu. Þannig að togstreita stjórnvalda er annars vegar til dæmis að vilja auðvitað fara í alls konar innviðuppbyggingu sem var í ákveðnu frosti hérna eftir hrun. Það ámargt eftir að vinna, en hins vegar að passa upp á að það verði ekki bara rosa gaman í einhvern smá tíma og við náum að eyða peningunum í þetta allt saman, bara svona núna, og það er gaman að vera í stjórnmálum núna og fá að klippa alls konar borða, heldur einmitt að horfa á þetta heildstætt, auðvitað ef að þenslan fer umfram það sem er spáð það voru brugðist við því. Og Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir ráðherra hefur sagt að það verði farið í alls konar verkefni varðandi ferðaþjónustuna almennt. Það verður skoðað einhvers konar aðgangsstýring eða gjaldheimta eða slíkt. En að horfa á ríkisfjármálinu öðru leyti og segja það sé þá algjörlega nóg gagnvart ferðaþjónustunni almennt. Mér finnst það kannski of einföld afgreiðsla, en ég er hins vegar ekki að halda því fram að það sé neitt af þessu einfalt, mjög augljóst, en það er okkar verkefni að finna út úr því, þannig ég held að öll þessi sjónarmið eiga algjörlega rétt á sér og svo er það okkar einhvern veginn að feta þetta einstigi að svona ná að gera það skásta úr þessu öllu saman. Mér finnst þess að mjög áhugavert að hlusta á Hildur að gera svolítið lítið úr sjónarmiðum samþingmanna sinna sem hafa verið að gera athugasemdir við þessa breytingu og ég hef verið að lesa í gegnum ríkisfjármálaáætlunina
og ég sé ekki þessar greiningar sem hún að tala þarna að það liggi fyrir. Að sama hefur komið fram í efnahags- og viðskiptanefnd þar sem fulltrúi Framsóknarflokksins Lilja Dögg Alfreðsdóttir hefur kallað eftir því að fá nánari gögn það hver verða áhrifin af þessari breytingu varðandi virðisaukaskattinn. Ég meina við erum að tala það, já við viljum tempra vöxtinn en við viljum sannarlega ekki sjá hrun í ferðaþjónustunni. Það enginn sem vill nokkuð tíma koma nálægt því. Þannig að það mjög mikilvægt að við vöndum okkur við þessa vinnu. Og það sem ég fannst líka mjög áhugavert að þegar ríkisfjármálaáætlunin kemur fram, að það svo greinilegt að kannski við bara í opinberri umræðu að við áttum okkur ekki á því hversu mikilvægt þetta plagg Hér verið að úthluta að því að tala við getum breytt þessu eftir ár. Það samt sem að vera að úthluta því svigrúmi sem ráðherrarnir hafa inn í sína málaflokka og þannig að það ekkert svigrúm þá til þess að breyta því þegar kemur að fjárlögunum sem koma þá fram í haust. Og ég var mjög hissa að það var bara nánast engin umræða fyrst eftir þetta plagg kom fram. Það var ein ástæða fyrir ég skrifaði pistil bara þar sem ég fór bara í gegnum einstaka hluta í málaflokku sem snúa til þess allsherjar- og menntamálanefnd það sem sem snúa að velferðarráðuneytinu sem ég þekki ágætlega frá því að hafa verið félagsmálaráðherra til þess að bara benda á hvers konar grundvallarplagg þetta og það ætla að fara í þetta mikla breytingar eins og við talum bara hérna varðandi skattkerfið. Mér finnst mjög jákvætt eins og að heyra hér stjórnarþingmenn tala það að þeir séu tilbúnir til breytinga. Því að þegar það koma fram athugasemdir eins og frá fjármálaráðinu, eins og bara úr samfélaginu, þá eigum við að sjálfsögðu að hlusta. Við höfum hér fyrst og fremst verið að tala skattbreytingarnar, en við höfum heyrt hvernig til dæmis forstjóri Landspítalans hefur verið að tala núna. Við vitum það að það var lofað þegar það var farið í styttingu til stúdentsprófs, á náminu til stúdentsprófs, að peningarna ætti að halda sig inn í kerfinu. Það ekki verið að gera það þarna og síðan það sem mér finnst alltaf jafn sárt að sjá að það hversu lítið þessi ríkisstjórn að huga að húsnæðismálum. Því að það eins og það sé bara gert ráð fyrir því að menn ætli sér til dæmis að halda áfram með þau stofnframlög sem þegar var búið að samþykkja og svo búið. Það kemur ekki til fram hvað mann ætla að gera varðandi annan húsnæðisstuðning við heimilin og hvernig þú ætlar að bregðast við því að eins og hefur komið fram í mati Seðlabankans að það annars vegar ferðaþjónustan, þessi örvöxtur sem menn tala sem kerfisáhættu þátt og síðan það staðan á fasteignamarkaðnum og þetta að vísu spila svolítið saman því að ferðaþjónustan svo sannarlega hafa áhrif varðandi húsnæðismarkaðin líka. Þannig að þetta það sem við erum að kalla eftir, hverjar eru tillögunar og hvaða áhrif munu þær tillögur sem þó eru komnir með fram. Jóna, þetta ekki alveg rétt? Ég meina það hafa stúdendaráð og rektorar allra háskóla í Íslandi tala það að það sé ekki nærri nógu miklu varið inn í háskólana sama með einmitt framhaldsskólana. Forstjóri Landspítalans var náttúrulega með mjög skýran pistil núna á föstudag þar sem að hann talaði að langstærsti hlutin af aukningunni sem á að fara til þeirra fari bara í byggingu nýs spítala, ekki inn í reksturinn og þessir ríkisstjórnarflokkarnir töluðu allir fyrir mjög mikil uppbyggingu í velferðarkerfinu og þetta rímar ekkert sérlega vel við það. Sko, ég verð nú að fá að segja, mér finnst þetta dálítið undarlegt orðalag þegar við erum að tala það að það bara að byggja nýja Landspítala. Það ekki bara að byggja nýja Landspítala, það stór mál og algjörlega nauðsynleg innspýting inn í grundvallar innviði heilbrigðiskerfisins. Og svo vil ég líka segja það að við erum auðvitað að horfa fram á mikla sókn í heilbrigðis- og velferðarmálum. Það hefur sennilega sjaldan verið sett jafn mikil innspýting inn í velferðarkerfi eins og nákvæmlega þessi ríkisstjórn að gera. Hún að setja 20% meira inn í velferðar- og heilbrigðismálin heldur en var núna síðast. 13% inn í önnur heilbrigðismál. Auðvitað Viðreisn hefði vilja sjá meiri aukningu í menntamálum, ekki spurning. Og við höfum eftir að taka þessa umræðu inn í nefndunum og þá eftir að vinna þetta áfram. En það var samt ákall það allstaðar út í samfélaginu fyrir kosningar að það yrði forgangsraðað mjög skýrt inn í velferðar- og heilbrigðismálin. Og sko, ég vil nú bara segja, við erum að horfa, eins og ég sagði, við erum að horfa á nýja Landspítala. Við erum að horfa á betra greiðsluþátttökukerfi. Það enginn að fara að borga meira heldur en, engin sjúklingur að fara að borga meira heldur en rúmlega 46.000 krónur á ári. Börn og aldraðir borga ekki meira heldur en 32.000 krónur á ári. Þannig að þarna verið að setja þökin
festa þökin mjög svona, já, frekar lágt. Komugjöld aldraðra eru lækkuð. Við erum að horfa á lögfestingu NPA, við erum að horfa á að frítekjumark eldri borgara, það hækkar. Þú veist, og allt þetta erum við að gera á meðan að við erum að stýra af ábyrgð og við erum að greiða niður skuldir mjög hratt. Það skiptir gríðarlega miklu máli að greiða niður skuldir og ég hef líka svolítið svona fett fingur út í það þegar við erum að gera lítið úr nauðsyn þess að greiða niður skuldir. Þegar við greiðum niður skuldir og við erum að reyna að gera það hratt, hvað gerum við þá? Þá sköpum við umhverfi til þess að lækka vaxtastig og það græða allir á lægra vaxtastigi. Landsmenn, allir græða á lægra vaxtastigi. Fyrirtæki græða á lægra vaxtastigi. Ríkissjóður græðir á lægra vaxtastigi og hvað þýðir það? Það þýðir að ríkissjóður hefur þá úr meiru að spila til þess að setja þá inn í menntamálin til dæmis og ennþá betur inn í velferðarmálin. Þannig að þetta bara, mér finnst þetta ósanngjörn gagnrýni að segja að það sé bara verið að byggja spítala og það sé ekki verið að setja nóg þegar við erum að horfa fram á 20% aukningu inn í velferðar- og heilbrigðismálin og við erum að fara í eitt mikilvægasta stoðmál og innviðamál í heilbrigðiskerfinu sem hefur þurft sem þarf að fara í. Þetta er gríðarlega mikilvægt. Ef ég fæ kannski að bara taka undir það sem Jóna segir hér, því að umræðan svona kannski pínu skrítin hvað þetta varðar, alveg hárrétt að það vildu allir forgangsraða í þágu heilbrigðis- og velferðarmála og það er gert í þessari áætlun og sko útgjalda aukningin til dæmis í þessa málaflokka á sér ekki hliðstæðu í áratugi. Og auðvitað vilja allir alltaf gera betur og vilja geta alveg eytt peningunum í allt það sem við sjáum auðvitað fyrir framan okkur að væri svo vel hægt að eyða peningunum í. En ég tel að þessi forgangsröðun og þessi atriði sem að Jóna hér taldi upp eru stórmerkileg. Landspítalinn og kostnaðarþátttaka sjúklinga og greiðsluþakið og eitthvað, þetta eru risastór mál. En svo kannski má líka minna á það að til dæmis eina af gagnrýni fjármálaráðs að já, ef það er eitthvað þá mætti nú aðhaldið vera aðeins meira. Þannig að það verður líka að fá að vera í umræðinu. Við verðum líka að passa að glópar ekki frá okkur þessari góðu stöðu og kannski í því samhengi að fá eins að nefna þetta með að greiða niður skuldir. Sko þetta er risastórt mál og mér þykir svo áhugavert að í pólitík að vera stjórnmálamaður sem tekur ákvörðun að eyða pening og ég ætla að leyfa mér að nefna eitt dæmi. Ég var einu sinni að vera að gera samning við kröfuhafa föllnu bankana að þá komu þetta inn í fjármunum í kerfið og ég var þá í útvarpsviðtali með ágætum manni sem heitir Gunnar Smári Egilsson og hef víst að fara að stíga inn á pólitíska sviðið og hann orðaði það eitthvað og þá leiði hún það sem ekki synd að vera að eyða peningum í ekki neitt sem þetta greiða niður skuldir. Og ég hef pínu áhyggjur af þessari nálgun því að sýna þá ábyrgð að einmitt setja ekki í hús eða vegi eða geta klippt á borða heldur en að forgangsraða fjármunum í þetta er ofboðslega mikið ábyrgðar hlutverk og til þess að setja bara lokum það í eitthvað samhengi að sko vaxtagjöld eru 10% af tekjum ríkissjóðs sem er til dæmis öll sjúkrahúsþjónusta. Þetta eru þannig peningar sem við erum bara systematískt að greiða niður til framtíðar og einhvern veginn að tala eins og það sé einhvern veginn ekki verið að eyða peningunum í þá forgangsröðun finnst mér og ég tek undir með Jónu í rauninni ekki alveg sanngjarnt en við verðum hins vegar að passa upp á aðhaldi líka og forgangsraða vel. Steinunn Þóra, finnst ykkur forgangsraða rétt í þessari fjármálaáætlun? Nei, svo sannarlega ekki vegna þess að eins og að bæði Hildur og Jóna Sólveig töluðum þá vildu allir fyrir kosningar styrkja innviðina og byggja þá upp. Það er ekki verið að gera nægjanlega mikið í þessari ríkisfjármálaáætlun og þú fór svo ágætlega yfir það hérna. Það hefur komið ákall frá háskólasamfélaginu. Það kemur ákall frá einmitt framhaldsskólanum það að það þurfi aukna peninga. Landspítalinn þarf svo sannarlega meiri peninga í sinn rekstur og auðvitað það alveg rétt. Það er mikilvægt að setja peninga í að byggja Landspítala en það þarf auðvitað að tryggja líka rekstur heilbrigðiskerfisins eins og það er núna og það er að aukast álagið á kerfið. Okkur er að fjölga sem þjóð. Við erum sem þjóð að eldast og þetta þýðir það að það þarf að setja hlutfallslega meiri fjármuni til þess að kerfið geti staðið undir sér og ég held að aðhaldið og niðurgreiðsla skulda er vissulega eitthvað sem verður að gerast og hvað hefur þið vilja sjá að verið þá
fórnað í staðinn, ef svo má segja? Ég held að þau hefði annars vegar þurft að afla meiri tekna, það er að segja að til að fá meiri peninga inn í kerfið, en það þarf að gera það með mjög markviss og skipulögðum hætti og við í Vinstri grænum höfum talað fyrir því að afla teknana þar sem að peningarnir eru, til dæmis hjá þeim sem eru að nýta sameiginlegu auðlindirnar okkar og hjá þeim sem að hafa mjög háar tekjur. Það væri ein leið inn í þetta kerfi og þó svo að það sé mikilvægt að greiða niður skuldir, þá er samfélagið okkar sem eru í rauninni innviðirnir líka svo mikilvægir, þannig að þess vegna myndi ég segja að fara hægar í það. Það þarf að gera hvort tveggja. Við getum ekki bara ýtt vegakerfinu, við getum ekki bara ýtt menntakerfinu eitthvað inn í framtíðina. Það er eitthvað sem við þurfum líka að takast á við hér og nú, því að það er líka spurning framtíðina. Það hefur verið mikið rætt það að vinnumarkaðurinn sé að breytast, störfin eru að breytast, þannig að ég held að einhver besta fjárfesting inn í framtíðina, það er í vel menntuðu fólki sem að hefur þannig getur þannig tekist á við breytt samfélag. Við þurfum að huga að alls konar tæknilausnum, bara svo ég nefni loftslagsmálin, til þess að takast á við þau og þar held ég að vel menntað fólk í framtíðinni eigi eftir að skipta alveg gríðarlega miklu máli. Það getur líka hjálpa bara einfallega að innheimta þá peninga sem eru þann úti. Og það er mjög einkennilegt að sagt er að það er verið að skera, það er að ríkisskattstjórar að kalla eftir að fá frekari fjármuni. Ef það væri tryggt að allir þeir skattar sem raunverulega núna væru að skila sér eins og það er ætti að vera að skila, menn hafa talað það að það sé gæti hugsanlega verið tölur fjármunir sem snúa að leigu að húsnæði, til dæmis í gegnum Airbnb og bara því hér er við að tala greininga bankana, ef að bankanir eru til dæmis að selja ráðgjafaþjónustu, að þá sjálfsög ætti þeir að vera að borga virðisauka, þannig að það var áhugavert að vita hvort að það sé að skila sér inn í ríkiskassan. Þannig að það er eitt af því sem hefur bent á, mikilvægt þess að tryggja það að tekjuna skili sér áður við fyrir kannski að fara í að búa til nýja skatta. Mér langar kannski bara aðeins að fá bregðast við þetta bara örstutt. Varðandi þetta þá þetta er verið og fjármálaráðherra hefur talað mjög skýrt fyrir því að fara aðgerðir gegn svarta hagkerfinu. Þannig að það er alveg á hreinu. Sko í mínum, og ég vil líka koma inn á það sem að Steinunn Þóra var að tala um. Sko í mínum huga er það að greiða niður skuldir, það er fjárfesting til framtíðar. Það að greiða niður skuldir er fjárfesting til framtíðar. Það er bara svo einfalt. Það að þá erum við líka að sko segja við ætlum ekki að hafa börnin okkar og barnabörnin okkar í skuldaklöfum og það er líka ábyrgðar hlutur að fresta því að greiða niður skuldir til þess að börnin okkar og barnabörnin geti borgað niður skuldirnar okkar. Það er ábyrgðar hlutur og ég vil bara því sé haldið til haga. Varðandi líka sko fjármuni inn í heilbrigðiskerfi, þá er með því að byggja upp Landspítala, þá er líka verið að bregðast við alls konar vandamálum sem verða ekki endilega sko leyst með því að setja endilega miklu meiri peninga inn. Það þarf líka og það er það sem við erum líka að fara að gera, það þarf að byggja upp hjúkrunarrými til þess að því að stór hluti að vanda Landspítalans er auðvitað það að það vantar pláss fyrir sjúklinga vegna þess að aldraðir og fleiri sem ættu annars staðar að vera, þeir eru þar inni og eru að teppa Hjúkrunarrými kostar líka. Og það er verið að setja peninga í þessari fjármálaáætlun. Ekki nógu mikið. Það er verið að setja peninga í það og það er verið að byggja nýjan Landspítala. Þannig erum við að bregðast við og þannig erum við að leysa vanda sem við leysum ekki endilega með því að setja bara meiri peninga. Þið haldið áfram þessari umræðu og þinginu ekki ráð fyrir. Ég ætla svona ná að fara aðeins inn á aðra frétt sem hefur verið nokkuð stór síðustu daga og vikur og misseri jafnvel. Það er kísilverið í Helguvík, Kísilver United Silicon í Helguvík. Það kemur í ljós að þarna er sko öryggi starfsmanna ábótavant. Það er verið að blása út efnum bara í bakgarðinn hjá nágrönnum. Og sem að ef það heldur áfram til lengri tíma þá segir samstarfsnefnd sóttvarnir að það megi búast auknum líkum á bara langvarandi heilsuspillandi áhrifum. Ráðherra talar það, hún vilji láta loka sér verksmiðju þangað til að eitthvað verði aðgert og það hefur svo sem farið misjafnlega ofan í fólk, þessi skýra afstaða hennar sem hún birti á Facebook. Hildur, hvað segir þetta? Er ráðherra að ganga langt með Facebook uppfærslum? Já, sko, þetta er nefnilega alveg frábærlega áhugavert mál. Það er að vissulega sko einhver leyti lögfræðilegt, bara varðandi stjórnsýsluna og hæfisreglur og allt það. En sko ég held að allir hafi samúð fyrir því og
og vilja gjarnan að ráðamenn svona pínu segi bara það sem þeim finnst og sérstaklega í svona máli sem að þetta varðandi náttúru og jafnvel heilsufólks, nú hef ég ekki hugmynd um það, ég ætla að passa mig, ég hef ekki farið í gegnum þetta mál og veit svo sem ekkert hvað er hvað í því, en ég ætla á sama tíma allir hafi held ég kannski samúð og skilning með því og sé að mörguleiti mjög jákvætt og þá er það auðvitað grundvallarforseta í stjórnsýslunni að það verða allir að sitja við sama borð og enginn á að þurfa að efast að ráðamenn þar gæti jafnræðis, lögmætis fyrst og fremst og fari gegnum alla þá ferla sem að þeim ber. En varðandi mitt kannski þessa umræðu, þetta er ofta svo gaman að taka umræðu umræðuna. Og ég held að allir hafi tekið eftir því og ég meina og ráðherra hefur verið gagnrýnd fyrir að kannski hafa komið svona bratt fram. En ég las þetta nú, hún hefur einhvers konar fyrirvar á þessu og segir auðvitað treysta sinni undirstofnun og allt slíkt en látum það liggja milli hluta. Og fyrir utan það hvað lífið er stundum skemmtilegt það sem að ofta af umræðunum má halda að lífið sé svolítið svart eða hvítt og umhverfisvænir flokkar og ekki og meðan það var forkólar í ríkisstjórn Vinstri grænna og Samfylkingarinnar sem gerðu fjárfestingarsamning við þetta ágæta fyrirtæki það forkólar þessarar sem vilja meina mestu hægri sinnustu ríkisstjórnar sem bara berja í borði og dansa á línunni varandi reglurnar og segja hingað ekki lengra í þá umhverfisins. En mér langaði kannski bara aðeins að minnast á að þetta er ekkert nýtt í umræðinni og það er ekki lengra að sækja heldur en í stóra hafnargarðsmálinu. Það sem að Sigmundur Davíð, þá forsætisráðherra, var búinn að skrifa grein á sinni bloggsíðu hvað honum þætti þennan ágæta vegg og þetta verndan og Reykjavíkurborg var ekki að standa sig og svo framvegis. Og svo ætti hann að úrskurða varðandi minjastofnun hvort að það ætti að friða þennan vegg. Og borgarlögmaður kemur og segir heyrðu, forsætisráðherra er hérna vanhæfur að geta verið að úrskurða þetta mál. Þannig að þetta er ekki nýtt, en sem er kannski samt líka áhugavert að velta fyrir sér, kannski er ég búin að gleyma því, en ég man ekki eftir viðlíka viðbrögðum gagnvart þáverandi forsætisráðherra eins og núverandi umhverfisráðherra er að fá. Jú, það voru. Er það? Var það? Já, þá bara man ég það ekki. En eins og ég segi, þetta er oft mikil viðbrögð. Já, en annað dæmi, þetta kom líka í Baugsmálinu, þáverandi dómsmálaráðherra Björn Bjarnason. Þá var það vangaveltur hvort að hann í rauninni hefði hæfi til þess að skipa þarna saksóknara að mig minnir, varandi hans meiningar opinberjar leikendur þar. Og þá var nú svona niðurstaðan að svo var ekki og vísaði í dómaframkvæmd í Skandinavíu og Pál Hreinsson sem að mig minnir að hafi sagt að það er ekki óeðlilegt að ráðamenn í þessari stöðu hafi skoðun ef það er ekki einstaka menn. Þannig að, en eins og ég segi, þetta er áhugavert og kannski kristallast í hvað þegar sama manneskjan er annars vegar fulltrúi löggjafarvaldsins, stjórnmálamaður með skoðanir, en hins vegar fulltrúi framkvæmdarvaldsins sem á í rauninni að vera algjörlega bara reglubundin og ekkert umfram. En þetta er mjög áhugavert. Steinunn, þetta er rétt sem hún segir og það er náttúrulega, það sem meira er að það er verið að byggja annað kísilver fyrir norðan á Húsavík og þetta hefur náttúrulega mönnum fundist lengi ríma illa við svona afstöðu þíns flokks í umhverfismálum og svo kemur í ljós að þetta virðist vera, andlása sem liggur ekki fyrir endanlega hvernig það verður, virðist vera að þetta sé töluvert svona óumhverfisvænna en talið var. Hvernig getur þetta í rauninni gerst í flokki sem að segist berjast og standa fyrir umhverfisvernd? Já, ég held að verði rosalega mikilvægt og við höfum lært það af málinu í Helguvík að það þarf að hafa rosalega góðar reglur og fylgja þeim eftir þegar kemur að mengun og öryggi starfsmanna í á þessum vinnustöðum og af því að Hildur talaði þetta, það hefði verið gerðir ívilnandi fjárfestingarsamningar, það er alveg rétt en þeir eru ekki að gefa neina afslætti af þeim reglum sem lúta að mengun eða mengunarvörnum og þar held ég við þurfum að vera afskaplega stíf vegna þess að þetta snýst auðvitað velferð, bæði þeirra sem að búa í nágrenni við þessi iðjuver og líka þeirra sem að vinna þar. Ég held að sem betur fyrir þá hafi á undanförnum árum þá hefur umræðan umhverfismál, henni hefur fleygt alveg ofsalega mikið fram, þekkingu okkar á umhverfismálum sem samfélags hefur fleygt mikið fram og það á alveg eins við okkur Vinstri græn sem
stjórnmálahreyfingu og einstaklingar sem eru leikendur þar, þannig að ég held að það sé hluti af því að bara sem betur fyrir þá erum við komin lengra í umræðinni, en svo líka ágætt að halda því til haga að það voru ekki allir í Vinstri grænum sem að studdu þetta. En ég held að þetta skipti máli að samfélagið, bara heimurinn, að átta sig á mikilvægi þessara mála og auðvitað hlýtur umræðan á hverjum tímapunkti alltaf að lítast að því, og ef það væri ekki svoleiðis, þá væri það mjög stórt vandamál. Við erum fallin tíma, Jóna, örstutt. Já, mér langaði bara að segja, þú veist, varðandi viðbrögð ráðherra sem ég geri ekki athugasemd við, en ég líka bara held að, þú veist, þessi ágætt þegar við erum að ræða það að hafa í huga, sko, hvert grundvallar hlutverk stjórnmálamanna, og það er auðvitað að tryggja öryggi landsmanna annars vegar og vinna að bættum lífskjörum. Og hver besti mælikvarðinn á það? Mínu mati lítur líka, sko, besti mælikvarðinn að vera hvernig líður fólkinu sjálfu, og það er algjörlega augljóst að þarna suður frá þá finnst fólki öryggis og heilsu ógnað og það finnur til óöryggis og þetta hefur skert lífskjör þeirra. Þannig að þarna er greinilega eitthvað sem við þurfum að skoða mjög vel og þetta er greinilega allt mjög afleitt. Fyrirtæki það bara að koma hlutunum í lag, fylgja lögum og reglum, til þess setjum við það, og síðan þurfum við að halda áfram að ræða það hvernig samfélagið bregst almennt við þegar konur sem fara með völd tjá sig af krafti, eins og þarna var gert, og bara fara að venja okkur við það. Við höfum þetta lokaorðin, Hildur, Eygló, Jóna Sólveig og Steinunn Þóra, takk kærlega fyrir komuna. Við verðum hérna aftur eftir örstuttar auglýsingar. Sæl aftur, hún komin til mín Ragnheiður Kristjánsdóttir, dósent í sagnfræði við Háskóla Íslands, og við ætlum að fara aðeins yfir sviptingar á vinstri væng stjórnmálanna. Velkomin, Ragnheiður. Það er mikið að gerast, bæði hér heima og alþjóðlega og sérstaklega í umræðunni og einnig bara í niðurstöðum kosninga á vinstri vængnum, og þú hefur skoðað þetta svolítið í gegnum tíðina. Við hérna heima erum við að heyra hugtök eins og sósíalismi, öreigar og auðvald og verkalýður. Já, allavega fyrir mitt leyti hef ég ekki heyrt þetta mikið í gegnum ævina fyrir núna, en svo sem eitthvað sem var mikið í umræðunni á sínum tíma. Vinstri, ég veit að þú skoðar mikið sögu, alþjóðlegra vinstrihreyfingar, segðu mér aðeins hvernig þetta snýr við þér í sögulegu samhengi. Já, ég held að sé ágætt þegar maður að hugsa stöðu vinstrihreyfingarinnar í samtímanum, að rifja aðeins upp við hvaða aðstæður vinstrihreyfingin var til og hvaða markmið hún setti sér. Og vinstrihreyfingin verður til samfara lýðræðisþróun í Evrópu og annar staðar á Vesturlöndum á 19. öldinni. Og líka samfara iðnbyltingu og breyttum atvinnuháttum og búsetaháttum og svo framvegis. Og það verða til verkalýðsflokkar undir lok 19. aldar, sósíalískir flokkar sem að setja sér ýmiss konar markmið, og þegar komið fram á 20. öldina þá var búið að stofna slíka flokka í flestum löndum, þar á meðal á Íslandi. Það stofnaður hérna Alþýðuflokkur sem er sósíaldemókratískur flokkur 1916. Og síðan stofnaður róttækari flokkur upp á 1930 og svo framvegis, og svo er hérna löng saga af ýmsum flokkum og ýmsum útfærslum á vinstri vængnum. En það sem er að gerast þarna á millistríðsárunum, að það verða til svona markmið sem að kannski tengjast svolítið því sem að sumir hafa áhyggjur af í samtímanum, og þessi markmið eru þó fyrst og fremst það að berjast fyrir þetta hærra kaupi, aðgerðum gegn atvinnuleysi, og svo líka fyrir því að skapa aðstæður fyrir þá sem að einhverjum ástæðum eiga erfitt með að fóta sig í samfélaginu, og þá erum við að tala að byggja upp kerfi sem að tryggir það að áföll eins og sjúkdómar og veikindi og svo framvegis gerir það ekki að verkum að þú bara missir fótana í samfélaginu. Og það er sem sagt, það er þá barátta fyrir bætta húsnæðiskerfi, fyrir heilbrigðiskerfi, sjúkratryggingum og svo líka sem sagt jöfnu aðgengi að menntun. Það er þetta félagslega jafnrétti í rauninni. Já. Ég velti fyrir mér af því að ég nefndi hérna í byrjun að við erum farin að heyra þessi hugtök aftur. Getur verið að svona þessi uppgangur sem við erum að sjá núna, þetta góðæri,
geri í rauninni, sko, við verða andstæður þeirra eigna minni og eigna meiri skýrari í svona góðæri og er það þess vegna sem að svona umræða fer af stað, heldur? Það kannski hluta til skýring, en það sem að spilar auðvitað mjög sterkt inn í og ég held að hljóta að vera svona áhrifamikill skýringaþáttur núna þegar við erum að skoða hvernig sem sagt að það svona áhyggjur og óþol hjá ýmsum hópum yfir misskiptingu auðs í samfélaginu og það spilar þetta inn í hrunið og það vantraust sem að varð með því, þar sem að fólk sá fram á það, sem sagt, fólk sér fram á það í hruninu og í uppgjörun eftir hrunið að það brást ýmislegt, stjórnvöld, þeir sem að fóru með fjármagni, þeir sem og í einkavæðingu og svo framvegis, sem að hafði áhrif til þess að svona það varð eignatilfærsla í samfélaginu sem að og það varð meiri misskipting og svo framvegis. Þetta sýn sem að við höfðum kannski ekki fyrir hrun, því að sem sagt í góðærinu fyrir hrun þá kannski vorum við ekki með þessa orðræðu ekki alveg á sama hátt. En sem sagt í ljósi þess sem að við vitum að var fyrir hrun og sem sagt og átti sinn þátt í hruninu, þá náttúrulega þá horfir fólk þetta öðrum augum heldur en áður. Og svo eru þetta líka þessi miklu húsnæðisvandi sem þetta bætist ofan í. Já, og ég meina það sko verkalýðsbaráttan á sínu tíma snerist náttúrulega einhverju leyti lausnir á sama vanda, húsnæðismálunum. Þannig að þetta það er einhver sögulegu samhljómur í þessu. Það var sett á dagskrá alveg strax í upphafi að þegar íslenskt verkafólk fór út á göturnar með kröfuspjaldi sín, þá var eitt af því sem að fólk var með á lofti var sem sagt krafa húsnæði sem að væri viðunandi frá heilsufarslegum ástæðum, öruggt húsnæði, leiguhúsnæði og líka sem sagt eignahúsnæði fyrir þeir sem að höfðu minni tekjur og það var sem sagt eitt af þessum höfuðbaráttumálum sem að og var byggt upp félagslegt húsnæðiskerfi sem að síðan sem sagt svona raknaði upp í nokkrum áföngum upp úr 1980, 1990 og kannski endanlega árið 2000. Mér langar að fara aðeins í svona erlendan samanburð. Þetta er ekkert umræða sem að við sjáum bara hér. Kannski einhverju leyti þessi svona alþjóðahyggja og einhvern veginn svona það eru minni landamæri nú orðið milli landa, sérstaklega í viðskiptum og slíkt og með því hafa ýmiss konar störf tapast og það er einhvern veginn þetta hugtak verkalýður og starfsöryggi, þetta heyrist víða. Trump talaði mögulega ósamfærandi, hann talaði mikið um þetta í sínum kosningum, einhverju leyti erum við að sjá þetta í Frakklandi og Englandi og víðar. Segð mér aðeins frá svona þínu sjónarhorni á þetta. Já, það sem sagt svona, það má kannski segja að alþjóðavæðingin hafi sett svona sósíaldemókratíska stefnu og hugsun í ákveðið uppnám að því leytinu til að sósíaldemókratískir flokkar og vinstriflokkar hafa tapað kjósendum til hægri popúlískra flokka. Og það hafa sem sagt vaxið upp og hreyfingar og einstaklinga, ég veit ekki hvort við viljum kalla Trump og það sem honum fylgir hreyfingu eða flokka eða hvað það nú er. En það sem hefur gerst sem sagt að svona óöryggi sem fólk upplifir, bæði millistétt og líka þeir sem eru lægra settir, sem sagt að það vaxa upp hreyfingar sem að höfða til þessa óöryggis með því að halda því fram að það sem að vandanum veldur séu útlendingar, innflytjendur, jafnvel einhverjir sem sagt erlendir óvinir og svo eru þetta sem sagt ógnin af íslam og það sem að spilar þarna inn í og þetta sjáum við sem sagt í kosningunni Brexit þar sem að millistétt, aldraðir sem sagt fólk með litla menntun kýs að stíga það skref að segja sig úr að taka þátt í að stíga það skref að segja sig út úr Evrópusambandinu og kjósa sem sagt til forseta, hliðstæðurhópur kýs til forseta í Bandaríkjunum mann sem sagt svona elur á þessu. Þetta hlýtur að vera áhyggjuefni frá sjónarhóli vinstrihreyfingarinnar vegna þess að þarna sem sagt leið þá er verið að snúa baki við þeim lausnum og þeim hefðum sem að felast í vinstri orðræðinu þegar kemur að því sem sagt að hugsa hag þeirra sem að kannski upplifa sig sem sagt
að þeir hafi ekki jafnastöðu í samfélaginu svo framvegis. Þannig að þessi orðræða félagslegt jafnrétti, hún einhvern veginn svolítið lent út á kanti. Já, og ég meina við sjáum þetta hérna, sko, Samfylkingin sem að undanfarin ár var stærsti svona jafnaðarmannaflokkurinn hér á landi, bara galt afhroð í síðustu kosningum og margir hafa nefnt einmitt að möguleg ástæða þess sé svona veik tenging við verkalýðshreyfinguna sem á árum áður var mjög sterk milli hreyfingarinnar og síðan jafnaðarmannaflokka. Ertu sammála því? Já, það allavega, það eitthvað sem hefur gerst á vinstri vængnum sem gerir það verkum að hvorki verkalýðshreyfingin hefur þá stöðu sem hún áður hafði eða það traust sem hún áður hafði, né þessi sósíaldemókratísku flokkar. Og það auðvitað mjög margar ástæður fyrir því og ef við horfum hérna heim þá þetta ein af ástæðunum fyrir því að illa hefur gengið hjá Samfylkingunni undanfarið bara svona ákveðnir einstakir atburðir sem að tengjast hruninu, til dæmis það að þá sá flokkur væri í ríkisstjórn og svo framvegis. En svo þetta stærri ferlar og alþjóðlegi ferlar sem að spila þar inn í. Þannig að já, verkalýðshreyfingin og vinstriflokkarnir eru veikari alþjóðlega heldur en verið hefur og þar kemur þessi hnattræna þróun inn í líka. Já, en ég meina, eru þeir sem eru, sko, þeir sem hafa minnst og þeir sem eru, sko, svona lægri millistéttir, eru þeir auðsettari fyrir málflutningi, svona popúlískum málflutningi, ef svo má segja, eins og farið að gera vart fyrir sig víða og sumstaðar hérna? Já, verður maður ekki að leyfa sig að halda því fram að aukin menntun, upplýst umræða og svo framvegis kannski dragi úr líkunum á því að málflutningur sem að kannski styðst ekki mjög vel við rök, að hann fái hljómgrunn. Þannig að já, að því leytinu til held ég hljóta að taka undir það. Já, og ég meina þetta náttúrulega hefur sýnt sig í Brexit til dæmis og einhverju leyti hjá Trump að svona það kannski þeir sem að mest urðu undir sem að kusu með Brexit og kusu Trump og svo ekkert víst að það sé neitt að fara að hjálpa þeim þessar niðurstöður. Nei, það það sem að fólk sem hefur svona verið að greina það hvernig var kosið í Brexit finnst svolítið raunalegt að sjá að fólk á þeim svæðum sem að kannski helst hefur notið góðs af því að Bretland var í Evrópusambandinu og þetta eru svæði þar sem er til dæmis ekki mikil samkeppni frá vinnuafli frá annar staðar frá Evrópu og þar sem að þar hefur það hefur kannski verið kreppa í atvinnugreinum að þar var mikill stuðningur við Brexit en það eru allar líkur til þess að Bretland fara úr Evrópusambandinu eftir að koma sér illa fyrir þennan hóp fólks vegna þess að þessi stuðningur þá horfinn og ástæðan fyrir því að þetta fólk upplifði og hafði kannski slæm kjör var ekki það að Bretland var í Evrópusambandinu heldur þá miklu frekar það að það var gripið til niðurskurðar aðgerða bæði vegna svona nýfrjálshyggju áhersla og svo aftur þetta í fjármálakreppunni. Ein spurning í lokin, ég veit það ósækjætt að spyrja sagnfræðingum svona framtíðarspá. Alþjóðavæðingin veldur því einmitt að hefur valdið því hingað til að gömul svona verkastörf eru að hverfa og því náttúrulega spáð að sú þróun muni halda áfram eiginlega bara með svolítið ógnvænlegum hætti. Hér munu eða bara alls þær heimur munu vinnumarkaðurinn breytast mjög mikið. Ég heldur að sé ekki í rauninni þörf á allavega þessari umræðu með meiri hætti en verið hefur að huga að verkalýðnum og einmitt svona þeim sem að minna mega sín í þessum aðstæðum. Við þurfum allavega geri ráð fyrir og eða vinstra fólk sem er í stjórnmálum og vinstra megin það hlýtur að þurfa einhvern veginn að hugsa leiðir til þess að ávarpa það hvernig eigi að bregðast við misskiptingu þess að því ég held að það sé eitt af því sem er svona grundvallaratriðið í vinstri stefnunni og þó að atvinnulífið breytist og einmitt í tengslum við það að atvinnulífið er að breytast þá hefur allavega ef við tökum svolítið langan tíma frá 1980 og fram til samtímans þá hefur misskiptingin aukist mjög mikið. Þannig að maður hefði haldið að fyrir flokkar sem að eru vilja tryggja félagslegt jafnrétti og líka lýðræðislegt jafnrétti og þetta hangir tvennt mjög vel saman
eins og þetta var formúlera hjá vinstrimönnum, að þá lítur að vera sem sagt heilmikið verk að vinna og alls ekki þannig að, sem sagt, að grundvöllurinn sé horfinn undan því að reka sem sagt vinstri hreyfingu. Ragnheiður, kærar þakki fyrir komuna. Hann gefur tíminn Gérard Lemarquis eftir örskamma stund og við ætlum að fara hans yfir frönsku forsetakosningarnar. Sestur hjá mér Gérard Lemarquis, við ætlum að ræða þessum frönsku forsetakosningarnar sem hófust í morgun. Velkomin Gérard, takk fyrir komuna. Þetta eru 11 frambjóðendur sem að bjóða sig fram núna í þessari fyrri umferð sem gerur ráð fyrir að enginn nái meirihluta eins og þarf. Það eru þessi 4 sem að mælast í kringum 20% sem að eiga mestan möguleika og komast í seinni umferðina. Segðu mér aðeins bara frá þeim hverjum og einum. Byrjum á Le Pen, Marine Le Pen. Hún svona, að gustar af henni. En hún ekki efstur í skoðanakönnunum. Nei, hún næstefsta ekki. Já. Marine Le Pen dóttir manns Jean-Marie Le Pen sem stofnaði flokkinn. Þetta var maður sem var ekki hægt að umgangast. Hann var gyðingahatari, muslimahatari, gortaði sig að hafa pínt heimamenn í Algeriestríðinu. Taldi útrýmingabúðir nazister væru smá atriði í mannskins sögu. Og Marine Le Pen skildi það, hún 49 ára gömul. Og hún skildi strax að til þess að, sem sagt, stækka kjósandahópinn, hún þurfti að milda línu flokksins. Og hún bara rak burt föðu sín. Þetta var mjög dramatisk átök. Og núna hún með stort fylgi, hún á móti Evrópu, talar jafnvel að fara út úr ESB. Hún vill, sem sagt, ekki taka á móti innflytjendur, men jafnvel reka burt þá. Hún fjármögnuð á Rússum, eða ekki, einhver leyti? Jú, þetta Rússar. Hún heimsótti Putin nýlega og það gekk mjög vel á milli þeirra. Það svolítið ókvæðinleg lýsing á frambjóðanda. Já, og reyndar allir hinir á móti henni einhvern veginn, en populismi blómstrar í Evrópu þessar mundir. Hennar helsti keppinautur og svo sem mælist efstur, eins og sögðum áðan, Emmanuel Macron. Hann svona miðjumaður, vill hvorki skilgreina sig til hægri eða vinstri. En hann frekar vinstri maður samt. Hann mjög ungur, 39 ára gamall, hann mjög vel útlítandi, hann vel menntaður, hann hefur unnið í engageranum í banka áður en Hollande valdi hann sem fjármálaráðherra. Hann var bara 36 ára gamall. Hann stofnaði hreyfingu sem frakkar tók varla eftir því að hann væri að gera það. Og núna hann efstur í skoðanakönnunum. Og væntanlegur samkvæmt spá, væntanlegur forseti Frakklands. Hann Evrópusinni, mjög Evrópusinni, og hann vill nútímavæða Frakkland, gera Frakkland landi eins og Norðurlönd eru. Það sem svolítið fyndið hvernig hann
hefur einhvern veginn búið til sín eigin uppruna. Hann alltaf að vitna í sem var barnaskólakennari og kendi honum allt. Í afa sem var bara venjulegur starfsmaður hjá í listarkverfinu. Hann nefnir langömmu sem var ólæs. En hann nefnir aldrei foreldra sína sem báðir mjög velheppnaðir læknar. Okay. Og það kom bók út síðustu viku þar sem foreldrar væla undan því að aldrei nefnir aldrei. Síðan er það Jean-Luc. Má ég beiti við, hann líka sem óvenjulegt kvendur konu sem 23 árum eldri en hann. Já, ok. Já, og síðan er það tveir aðrir, það Jean-Luc Mélenchon og síðan François Fillon og þeir eru svona aðeins neðar, ekki endilega búist við að þeir komist þarna áfram, en segðu mér það talað að þetta séu mjög mikilvægar kosningar og það verið að kjósa framtíð Frakklands. Af hverju er þetta svona sérstaklega mikilvægar kosningar? Hvað heldur það? Allar forsetakostningar eru mikilvægar, auðvitað, og eru á 5 ára fresti. En það sem í húfi framtíð Evrópu, ekki bara framtíð Frakklands. Af því ef Frakkland myndi fara út úr ESB, hvað væri eftir, sem sagt, á eftir Brexit, væri það auðvitað mjög dramatískt. Og það sem einkennir líka sem kostningum hvernig allt kom á óvart. Ég meina, Sarkozy átti að vera sem formaður í Íhaldsflokksins, átti hann að vera fulltrúi í Íhaldsins, hann var það ekki, Hollande gaf ekki kost á sér, þannig að það var ofboðslega spennandi þess vegna. Já. Það voru náttúrulega, það er þarna verið að kjósa í rauninni ekki bara Brexit eins og Le Pen hefur kallað það, sem sagt Evrópusambandið og framtíðina þar, heldur líka verið talað að efnahagur landsins sé einhverju leyti staðnaður og atvinnuleysi ungs fólks hátt og erfiðar aðstæður fyrir marga innflytjendur. Og þeir eru svona einhverju leyti með mjög mismunandi áherslur í þessum málum, er það ekki? Já og nei, fyrir að segja, frekar hvaða aðferðir á að nota. Jú, en sem sagt, François Fillon vill fækka ríkisstarfsmönnum 600.000 og hann vill spara og lækka skatta, en hann ekki trúverðugur af því að það sem gerðist það, hann sigraði í prófkjöri flokksins. Hann var mjög virðulegur, heiðarlegur maður og kom í ljós að hann var búinn að útvega konu sinni vinnu árum saman og hann var gagnrýndur fyrir það og sagði jú, allt til að það tíðkast ekki lengur en það gerði það mátti gera og svona. Hann þótti segustranglur það ekki þar til þetta kom upp? Jú, alveg, allir spáðu það. Síðan kom í ljós að vafasamur maður sem búinn að braska í frönsku Melandi í Afríku gaf honum 3 jakkaföt og þá sagði hann, já, ég gerði vitleysu, en ég búinn að skila þeim. Þegar kom í ljós að hann var búinn að útvega konu sinni vinnu líka 1980 þegar þau voru trúlofuð, ekki einu sinni gift, þá sagði hann, og hvað svo? Og hann var í svona með Sigmundur Davíð-stælar, hann var fórnarlambið, það var bara samsæri á móti honum og fjölmiðlum að kenna. Aðeins svona í lokin, það var náttúrulega þetta hryðjuverk, lögreglumaður skotinn í síðustu viku við Champs-Élysées í miðborg Parísar og svona sumir sem að talað það að akkúrat þetta, að yrði eitthvað svona hryðjuverk rétt fyrir kosningar gæti hjálpað Marine Le Pen.
Finnst þér, skynjar það á löndum þínum, þeim sem þú eru heyrt í og tala við, að þetta hafi mikil áhrif eða mögulega kannski minni áhrif en fólk hélt? Ég held það ekki. Þetta svo ópolitisk hryðjuverk. Þetta maður sem hefur verið fintan í fangelsi fyrir að reyna að drepa lögreglumann og sem geðveikur og byggilega og hann hefur aldrei verið islamisti og þetta bara mjög sorgleg saga. Og ég vona að frakkar séu ekki það vitlausir að það hafi áhrif á. Bara ein spurning í lokin, hver heldur að vinni? Emmanuel Macron heldur. Gerard Lemarquis, takk hérlega fyrir komuna. Þetta verður ekki lengra hjá okkur í bili, við verðum aftur að vikuleiðinni.